Já, komið sæl, blautt og þungbúið hjá okkur sunnan og vestanlands í dag og við sjáum hér sterkt úrkomumerki yfir vestanverðu landinu á hádegi í dag og lægð hér vestur af landi og rigndi víða mikið og mesta úrkoma mældist þá í Surtsey þar sem að mælingar eru að gefa til kynna að þar hafi fallið einir 100 millimetrar í dag og svona til samanburðar að þá það yfir 10% af meðaltals ársúrkomu á höfuðborgarsvæðinu, það er að segja á Veðurstöðinni í Reykjavík. Annars staðar rigndi mikið og til að mynda á Hellisheiði að þar voru mælar að gefa til kynna 60 mm úrkomu en á höfuðborgarsvæðinu þá var þetta nú víða á bilinu 15 til 20 mm það sem af degi og gat verið mikill munur og úrkomur í efri byggðum og síðan minni úrkomu og köflum eins og til dæmis á Korpúlfsstöðum. En við skulum sjá hvernig þróunin við sjáum að lægðin hér fyrir austanland, hún leitast smám saman til austurs og það dregur svona úr mesta þunganum í úrkomunu og mesti þungin færist líka yfir á suðaustanvert landi þegar líður á morgundaginn. Og það verið einnig verið milt, jafnvel líkt á landinu í dag, hiti fór á nokkru stöðum yfir 20 stig á Norðurlandi og hæst í rúma 21 gráðu og við sjáum að hitafarinu að það milt loft yfir landinu og þó að sums staðar finnum við ekki fyrir vegna skýjahöglu eða úrkomu og þá verður það áfram svo. Þannig við ættum að til dæmis á morgun að geta fengið sæmilegar hitatölur hér vestanlands. Örlítið svona þessa meginþætti veðurs, við sjáum þetta úrkomusvæði hér sunnan til á landinu, það var bjart víða norðanvert landi í dag, þetta svona meginþungin úrkomunu færist yfir á suðaustanvert landi þegar líður á morgundaginn verður skýjað að mestu litið þá fyrir norðan og eitthvað getur nú dropað þar og við sjáum þetta nú betur þegar við sýnum hér stöðuna þá í fyrramálið, það getur verið alveg bjart á köflum norðanlands í fyrramálið nema þá kannski úti við ströndina þar sem svona farið að anda af norðri inn á land en þessi úrkomubakki orðin okkur svona trosnaður, megin þungin komin yfir á Suðausturland, getur ringt eitthvað þessu vesturhorninu fram eftir degi á morgun en áttin verður síðan smám saman norðlægari þegar lægðamiðjan leitar til austurs og það fer að jafnvel létta til í hér víða á suðvesturhorninu síðla dags á morgun en orðið svona mestleiti skýjað á Norðurlandi og áframun og rigna nokkuð drjúgt þá á suðausturhorninu. Og lægðin leitar enn lengra til austurs fram á sunnudag. Við sjáum að það orðin norðlæg átt hér hjá okkur, hún verður víðast hvar þetta 8 til 13 metrar á sekúndu, skýja norðan og austalands og getur ringt þar lítillega á köflum, bjart veður á sunnan og vestanverðu landinu og væntanlegur hámarkshiti svona eitthvað á bilinu 15 til 18 stig þá hér sunnan til. Og síðan snýst nú vindáttin aðeins þegar við komum fram yfir helgina, verður meira svona afgerandi vestlæg átt á mánudaginn, virðist nú alltaf verða nokkuð þurr en mun væntanlega þó leiða til þess að það verður skýjað hér vestanlands allan að þeirra líður á mánudaginn en ætti að verða sólríkt í öðrum landshlutum og á þriðjudaginn þá lægðardrag yfir landinu og því má gera ráð fyrir því að það verði skýjað nokkuð víða þó síst á suður og suðausturlandi þar sem að verður vantarlega svona helst von til þess að það veri sólríkt þennan daginn sem og á sunnanverðum Vestfjörðum. En ágætis veður svona heilt yfir þurrt að mestu leyti en getur verið dálítið gjóla í þessu þó sérstaklega úti með norðurströndinni. Keyrum síðan örstnögt veðrið í Evrópu og við sjáum að það bjart veður víða í Skandinavíu en kannski komin bleita í þetta víða í mið-Evrópu. Bjart í suðausturhlutanum og hitinn vel yfir 20 stigum þar og hiti 25 til 30 stig á Íberíuskaganum á morgun. En þetta síðan hér á Kanaríum, þar nú svona mikið við kveðið við sama tón, það sólríkt þar á morgun og hlýtt eins og verið hefur undanfarið. Sér gott að vera í dag, verið sæl.